Í síðasta þætti þá fjölluðum við hafið og hafstrauma, tegundir uppsjávarfiska og úthlutun aflaheimilda. Í þessum þætti komum við að tala skipin sjálf og lífið borð í íslenskum uppsjávarskipum. Svona til upprifjunar þá eru uppsjávarfiskar yfirleitt frekar litlir fiskar sem halda sig í torfum. Við Ísland veiðast 5 stofnar uppsjávarfiska. Loðnan sem hefur fæðustöðvar fyrir norðan land en veiðist aðallega á hrygningarslóðum fyrir sunnanlandið. Íslenska síldin sem flakkar töluvert á milli landshluta, austan, sunnan, nú eða vestan. Norsk-íslenska síldin sem gengur á Íslandsmið fyrir austan landhluta ár ári en heldur sig annars við Noregsstrendur. Kolmunni aðalega suðaustan við landið og lokum það nýbúin á Íslandsmiðunum, makrillinn, sem gengur á sumrin úr austri í gegnum íslenska efnahagslögsögu alla leiðina til Grænlands. Í gegnum tíðina þá hefur íslenskur sjávarútvegur þróast talsvert og þróunin hefur auðvitað átt sér stað í íslenska skipaflotanum. Þegar Íslendingar byrjuðu að veiða þá veiddum við á árabátum og síðar á þilskipum en í upphafi 20. aldarinnar með tilkomu vélarinnar þá breyttist íslenski skipaflotinn fljótt frá því að vera tiltölulega frumstæður yfir að vera einn sá nútímalegasti í heimi. Byrjum árið 1945 og teiknum þá dæmigerðan vertíðarbát. Þá var að ræða trébát eða lítinn vélbát sem þótti þó nokkuð stór á sínum tíma. Stökki frá þessu skipi yfir til ársins 1965 kannski helst fólkið í því að á þessum tíma eru við farin að sjá fleiri stálskip. Skipin stækka nokkuð en kannski var mikilvægasta skrefið að þá bættist við svokölluð kraftblökk en hún gerði það að verkum að þurfti ekki lengur að draga nótina borð með höndunum. Stærsta breytingin frá árinu 1965 til 85 að þá var farið að byggja yfir skipin. Það að segja, búið var að loka framhluta skipsins og skipin halda enn áfram að stækka. Frá árinu 1985 til aldamóta stækkuðu skipin enn meira, auk þess sem fjölbreyttur tækjabúnaður bættist við. Í dag eru skipin í raun orðin alveg risastór og sjálfvirkur búnaður farin að gegna lykilhlutverki í fiskveiðum Íslendinga. Horfum það aðeins nánar til þróunar íslenska fiskiskipaflotans. Upp úr 1940 komu flestir bátar með 100 tonn af ókældum afla í land. Aflinn var að hluta til geymdur í lest og að hluta laus á dekki. Nýjustu skipin í dag koma með 2700 tonn af kældu hráefni í land. Ef það væri ókælt, kæmi þessi skip með yfir 5000 tonn. Fram til ársins 1960 var nótin dregin á höndum borð. Í dag hún dregin borð í skipin með vélbúnaði og margfalt stærri veiðarfærum. Til viðbótar við mikið rými borð í nýjustu skipunum hefur heilmikið að búnaði bæst við sem bæði léttir störf og veitir afþreyingu þegar ekki verið að vinna. Fjöldi í áhöfn þó svipaður og áður. Áður fyrr þá þurfti að finna fiskinn með augunum og leita þá eftir fuglageri eða vaðandi síld eða jafnvel byggt á reynslu eða tilfinningu skipstjórans. Í dag fiskurinn fundinn með fiskleitartækjum. Þá notuðust menn við fugla og hvali. Ég veit ekki hvort við sjáum hérna upp á 10. Þar bassaskýli upp á stýrishúsinu. Þar sem að nótabassinn hafði það hlutverk að horfa yfir miðin í leit að fuglum eða hvölum og þannig gat hann vísað skipstjóranum á síldartorfurnar. Þannig að í upphafi var í rauninni bara notast við líffræðina og við eigin skynfæri, við sjón og heyrn og annað slíkt. En svo koma til dæmis flugvélar þegar að menn fóru stunda það að fljúga yfir miðin í leita síld. Svo auðvitað koma borð í skipin astiktæki og annað slíkt sem að hjálpuðu við leit af síldartorfunum í hafinu. Útsetningin á upplýsingunum sem við fáum alltaf að verða nákvæmari og nákvæmari og til dæmis á makríl og síld og annað þegar við erum að toga og sjá torfu. Þá bara tölvur sem reikna út fyrir okkur stefnuna sem við þurfum að draga til þess að torfan eða trollið verði á starta á þeim stað sem torfan verður á þessum tíma. Og það þarf náttúrulega að finna fiskinn. Tækin finna ekki fisk alveg sama hvert maður keyrir.
það þarf að vita svona eitthvað hvert menn að fara og auðvitað hjálpa reynsla mönnum í því að vita hver líkindin og hvert fiskurinn gengur. En kynnum okkur nú aðeins skipið betur. Brúin stjórnstöð skipsins. Þar starfar skipstjórinn og staðgengill hans stýrimaðurinn. Brúin oft kölluð heili skipsins og hún aldrei ómönnuð. Í yfirbyggingu og á milli þilfari eru vistarverur áhafnarinnar, klefar, borðsalur, eldhús og matvælageymslur. Tekið á móti afla og unnið með veiðarfæri á dekkinu sem kallast líka veðurþilfar, þar sem að veðrið nær til þessa hluta skipsins. Ef skip vinnur aflan borð þá fer vinnslan fram á milliþilfari. Aflinn geymdur í kældum hólfum sem nefnist lest. Vélarúmið á neðsta þilfari og það stundum kallað hjarta skipsins. Þar starfsstöð vélstjóra, líkt og brúin þá vélarúmið aldrei án vöktunar. Skrúfan knýr skipið áfram og aftan við það stýrið sem notað til að beygja skipinu. Þessi til viðbótar eru svo kallar hliðarskrúfur sem eru notaðar til að færa skipið til hliðar við veiðar og í höfn. Framan á skipum og ofan á brúnni eru síðan möstur með ljósum til að auðkenna stærð skipsins ásamt því að geyma rafeindatæki sem notuð eru til siglinga. Skip þau þurfa að þola mikið vinnuálag og þurfa auðvitað að þola veður og vind á erfiðu hafsvæði í Norður Atlantshafi. En annað það þarf að hugsa orkumálin því að skipin eru skiljanlega ekki tengd við raforkukerfi Íslands og orkan því framleidd með vélum skipana. Já, við erum með öfluga vélar hérna, við erum með tæplega 6.000 hestafla aðalvél, svo erum við 2 ljósvælar, önnur eru 1900 kW og milli 500 og 600 kW og svo getum við notað stóru ljósvælana sem hjálpar afl út af skrúfu eða vantar og við getum líka siglt á henni, notað þá rafalinn sem við aðalvélina sem mótor og kúpla aðalvélinni frá skrúfu og siglt á ljósvælinni. Alla helstu þjónustu sem búast má við í bæjarfélagi yfirleitt tiltæk borð í skipum og þá í boði áhafnarinnar. Sem dæmi þá leysa vélstjórar yfirleitt vandamál sem tengjast rafmagni og pípulögnum þegar skipið á sjó. Björgunarsveit, slökkvilið, lækningar og sálgæsla líka framkvæmd af áhöfn og byggir á vel mótuðu og æfðu verkfyrirkomulagi þar sem hver og einn skipveri þarf að þekkja sitt hlutverk. Áhafnir skipa þurfa því að sækja endurmenntun í Slysavarnaskóla sjómanna reglulega. Þú fær líka aldrei hérna út og skoða eitt en eitt nema að fara með hjálm í björgunarvesti og menn fara aldrei einir að flækjast eitthvað eða þarf að fara að ganga frá einhver eða menn eru komið inn og það er kannski eftir að ganga frá og menn sjá það ekki meiri veiði eins og kannski í dag, komum kvöld og þá fer enginn einn út og það er enginn einn skilinn eftir hennar að spúla eða eitthvað, þá alltaf annar maður að fylgjast með honum og eins sem menn koma hérna nýjur borð í þessu skipa þá farið yfir þessi öryggismál, hvað eru þetta og hitt útgöngulegir og bara allt sem að getur náttúrulega bjarga okkur eða eitthvað kemur upp á sko. Áhöfnin skiptist á að vinna á vöktum en vaktirnar geta verið 6 og 6 tímar, 8 og 8 tímar og jafnvel 12 og 12 tímar. Skipstjórinn hann ber ábyrgðina og stýrimaðurinn staðgengill hans. En það eru fleiri yfirmenn borð því það eru iðulega 2 vélstjórar og 2 stýrimenn og borð í vinnsluskipum það vinnslustjóri og svo kallaður batermaður. En þar sem að það er oft mikið álag á þessum skipum þá þarf oft meira en eina áhöfn hvert skip og skiptast þá skipverjar á því að fara í veiðiferð. Misjafnt hversu margir eru borð í uppsjávarskipum. Þegar skip á flotvörpuveiðum þá þarf í nýjustu skipunum 8 til 10 manns. Á nótaveiðum þá eru áhafnameðlimir 13 til 15 talsins en þeir geta verið yfir 20 þegar verið að frysta aflanum borð. Launafyrirkomulag sjómanna nokkuð ólíkt launakerfi almennt í atvinnulífinu. Venjulega vinnur fólk á föstu tíma eða mánaðarkaupi. Sjómenn hins vegar fá greitt í samræmi við hversu mikið hægt að fá fyrir aflann sem þeir veiddu. Það hefur síðan áhrif á hlut áhafnarinnar hvaða veiðafæri var verið að nota og hvort að aflinn sé unnin borðið í landi. Misjafnt síðan hversu mikið hægt að fá fyrir fisk á hverjum tíma. Það getur farið eftir gengisþróun, stöðu á markaði, gæðum aflans, nú auðvitað magninu sem að veitt Launafyrirkomulagið því bæði afkasta og gæðahvetjandi. Aflaverðmæti skipt á milli útgerðar og áhafnar. Segja má að þegar allt talið
þar á meðal launatengd gjöld, þá launakostnaður á bilinu 35–40% af verðmætum aflans. Sjómenn fá þó misjafnlega mikið greitt miðað við þá ábyrgð sem þeir hafa borð. Við þá útreikninga miðað við svokallaðan hlut. Lægsta mögulega hlut fær hásetti, en hann fær 1 hlut. Matsveinn, annar stýrimaður og annar vélstjóri frá 1,25 hlut eða 25% hærra en hásettin, fyrsti stýrimaður og fyrsti vélstjóri fá 1,5 hlut og að lokum fær skipstjóri að lágmarki 2 hluti. Áður en að lagt af stað í veiðiferð þarf að tryggja ýmsa hluti, til dæmis vatn, vistir og þrifnaðarvörur. Hvort að veiðafæri og umbúðir fyrir afla séu eins og vera ber, olí og smurefni þarf að vera til staðar sem og öll verkfæri og varahlutir til viðgerða. Þá mikilvægt að yfirfara lyf og læknabúnað, eldvarnir og annan björgunarbúnað og að sjálfsögðu að tryggja ný áhöfn sé til staðar. Þá tengsl við útgerðina, nú eða vinnsluna, ekki síður mikilvæg. Það byrjar kannski á því að við erum að fara í vertíð, loðnuvertíð. Þá setjumst við niður og undirbúum hana svona í grófum dráttum. Förum við kvótastöðu, hversu mikið við höfum að taka, hversu langa tíma við höfum í viðkomandi vertíð. Þannig að það kannski svona 5 manna hópur sem sest yfir það. Síðan útvíkkast hann, við tökum skipstjórana með okkur. Viðhaldsdeildina, allt sé klárt. Netagerðarmeistarinn sem við erum á okkar vegum, hann blandast inn í það. Trollið þarf að vera klárt, nótið þarf að vera klár, varatrollið þarf að vera klárt. Þannig að undirbúningurinn með mörgum mönnum, viðhaldsdeildin kemur að því. Síðan náttúrulega fer vertíðin í gang og þá samskiptið skipstjóra og útgerðarstjóra mjög mikil. Við erum búin að setja upp svona nokkurn veginn plan hvað er með að koma með í hverju veiðaferð. Og ef veiðar ganga vel og þá stendur það nokkurn veginn, en samskiptin eru mjög mikil. Fyrir veiðaferðina þá förum við yfir þetta með skipstjóra. Fljótlega eftir að við byrja að veiða erum við í samskiptum nánast oft að dag og það má segja nánast eftir hvert hól þá gefa þær okkur skýrslu hvernig hráefnið er. Ég fer það með áfram til framleiðslustjóra. Þannig að við sjáum, förum undirbúa á hvaða markaði við ætlum að vinna viðkomandi afurð. Þannig að þetta eru mikil samskipti og skipið er á veiðum alla sólarhringinn. Þannig að þetta eru oft langir dagar, en við reynum að hafa næturnar eins rólegar og mögulegt er. En það er ekkert óalgengt að maður vakna upp við símtal á nóttu til og þurfa að taka ákvörðun með þeim. Skipstjórinn ber endanlega ábyrgð og ræður borð. Starfsvæði hans aðalega hérna í brúnni, en skipstjórinn ber sem sagt ábyrgð á því að skipið sé haffært, hefur mannaforráð og stýrir auðvitað veiðunum með fjölda tækja sér til aðstoðar. En hvert aðal hlutverk skipstjórans? Það er náttúrulega fyrst og fremst að veiða, en svo náttúrulega bara að halda utan áhöfn og bara að allt sé hugsað vel allt og hreinlæti, veiðarfæri og bara allt sem viðkemur rekstri skipsins. Það er allt á herðum skipstjórans bara. Við erum það er allir í talsambandi í talstöð sem við erum að vinna og það heyr allir í öllum ef við verðum að gera eitthvað, við erum að hífa fram á og segir hann frá því í talstöðun og þeir heyra það sem eru aftur á. Það eiga ekki komið upp neitt svona, þannig að einhver viti ekki af því að þið verða að hífa í einhvern mýri eða eitthvað, þannig að menn heyra allir í öllum, þannig að þetta á ekki að verða neitt. Þetta erum tiltölulega fáir, en þetta leysist allt með góðum tækjum og góðum græjum og góðum samskiptum náttúrulega. Þetta þarf að vera samspil og samhent allt saman. Og við höfum verið þeirri gæfu aðnjótandi sem betur fyrir. Ég held ég hef alltaf verið með góða áhöfn. Ævinlega. Þetta að vísu hérna orðið yfir 50 ára meðalaldur borð og þetta eru menn sem léku sér saman í fjörunni eða norðan á Grenivík að stórum hluta fyrir 60 árum síðan og hafa haldið hópinn meira og minna. Fyrst og fremst vil ég vera bara félagi mannann sem ég með.
ekkert yfir á hafinn að neinu leyti. Það eru náttúrulega 2 vélstjórar, 2 stýrimenn, 1 skipstjóri, kokkur og 2 hástar. Og skipstjóri og stýrimenn sjáum við vélarnar, kokkurinn sér náttúrulega að elda og mennirnir sjáum vélina. Og svo erum við bara allir út dekkið þegar við erum að taka trollið og svoleiðis. Hvað hefur breyst í svona skipum ef þú berð saman það sem þú manst fyrst eftir með það sem er í dag? Já, veiðarfærin náttúrulega svipuð, nótin kastað í hring og svoleiðis. Það aðalega aðbúnaðurinn um borð. Hérna eru menn einir í klefa með sturtu og salerninn í klefa hjá sér. Áður voru menn 2 og 4 saman. Þannig að það hefur svona ímyndist breytt, bátinn hafa stækkað. Hásetar ganga í flest störf á veðurþilfari og líka á vinnsluþilfari, en hvað gera þeir svona einna helst? Það er náttúrulega margþætt eins og hjá öllum öðrum sko. Þetta er náttúrulega að vinna bara saman öll áhöfnin í þessu. Alveg sama hvort það er hérna inni eða úti og hvað það er sko. Að menn náttúrulega standa saman í þessu alveg gegnum súrt og sætt sko. Náttúrulega að reyna að gera þetta sem best og auðveldast og snýst alltaf fiska og það er ekki alltaf hægt að treysta bara á hann sem er uppi í brúnni að stjórna þessu. Við þurfum náttúrulega að standa okkur líka. Það er alveg saman hvort það er hásundin eða skipstjórinn eða stýrimaðurinn eða vélstjórinn eða allir sem eru undir borð sko. Þetta er svona svo þegar við þurfum að fara út og annað. Það getur verið stuttur tími frá því að dorran finnst og margir bátar hana kannski og reyna að koma að gera þetta klárt og annað og eins er að þetta er svona búið að dæla og annað og gera þetta klárt í næsta kast af því að ef þú tekur það ekki bara eins fljótt og þú getur þá kemur annað skip bara og svínar á þig eða þannig og tekur torfuna. Við getum þurft að bíða að þetta finnst ekki og gefur sig ekki rétt og það getur verið hvalur hérna truflokkur og stundum eru menn hérna úti komnir út og standa hérna úti kannski ekki segja kannski klukkutíma saman en menn kannski standa hérna úti kannski klukkutíma og það er kannski alltaf verið að hringsóla yfir bráðinu og þetta gefur sig ekki alltaf á augnablikinu sem menn vilja láta nótina fara til þess að þetta gangi rétt í og skili sem mestu náttúrulega. Þetta viljum við náttúrulega kasta sem sjaldnast og fá sem mest, það er náttúrulega hagur allra. Stýrimaður, hann er staðgengill skipstjóra en hann sér þar að auki almenna verkstjórn. Fyrsti stýrimaður er náttúrulega sá sem á að stjórna öllum borð, sko, þó að það sé svona tildulega einfalt mál hjá okkur, sko, það sem að menn eru svo vanir og hann náttúrulega ber ábyrgð á vinnunni á dekkinu. Fyrsti stýrimaður þarf að hafa lokið stýrimannaskóla eða þó fiskimannaprófi úr stýrimannaskólanum. Það hefur bara hver og einn fyrirfram ákveðið hlutverk og þetta er náttúrulega allt saman hundvanir menn og vita raun og veru allir hvað þeir eiga að gera, þannig að í raun og veru þarf fyrsti stýrimaður voða lítið að stjórna, sko. Þetta gerist allt sjálfkrafa. Yfirvélstjóri hann sér daglegan rekstur á vélbúnaði og viðhaldi hans. Undir honum starfa síðan vélstjórar. Við erum náttúrulega að sinna hér vélgæslu og viðhaldi og eftirliti með öllum vélbúnaði skipsins og svo erum við náttúrulega að snúast í kringum meðhöndlun og afla, kæla hann og sjá til að hann haldi sem bestum gæðum. Þetta er mjög vel útbúin skip, þau eru með mjög góð hér skjámyndakerfi og skjástýrikerfi og eftirlitskerfi, viðvörunarbúnað og annað, þannig að hér getum við fylgst með flest öll í skipinu og stýrt sömu hlutum líka, eins og dælingum úr og í lestum, sjó í lestar og kælikerfi og svona getum stjórnað hérna á vélarrúmi. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 að vélbúnaðurinn sé í fullkomnu lagi þannig að hann sé eins hagkvæmur að getur verið og líka gagnvart rekstraröryggi skipsins, þannig að ef að skipið er viðhaldinu ekki sinnt eðlilega þá náttúrulega verður skipið rekstraröryggi ekki mikið og þannig kemur niður á tekjunum, þannig að það er náttúrulega fyrir best að halda þessu sem í góðu lagi. Þetta myndi ég segja ágætis starf, sko. Það er hérna gott starfsumhverfi, góðir vinnufélagar og góðir vinnuveitendur og hérna en auðvitað það er náttúrulega öll störf hafa sína kosti og galla, ég meina auðvitað geta verið kostur, ég meina það eru töluverðar fjarverur að heiman, það getur verið ókostur, skilur, sko.
En móti erum við náttúrulega með gott skiptikerfi, við eigum góð frí heima á milli og við erum, þetta er náttúrulega orðið mjög mikil breyting frá þeim að byrja að sjó með allir þessi nútíma fjarskiptatækni að núna eru menn alltaf tengdir, geta alltaf haft samband heim og þannig að það er töluverður munur á því. Það eru auðvitað fjölmargir hlutar skipsins sem eru mikilvægir, en þeir eru ófáir sem telja að eldhúsið sé aðalatriðið. Það þarf að eiga vistir, nóg að mat til þess að borða og maður bara deila út henduleika hvað maður notar, hvað skipti, hvaða tími er og það er svona mörg að snúast. En er þetta að vinna mikið og þurfa að borða og líða vel. Það skiptir miklu máli, það er alltaf ánægða. Á vinnsluskipum er aflinn frystur borð í skipinu. Þá eru fleiri í áhöfnin þegar verið er að veiða fyrir vinnslu í landi. Þá eru bæði fleiri hásetar sem vinna á milliþilfari og að auki er vinnslustjóri og batermaður sem sér fiskvinnsluvélar. Þá byrjar maður yfirleitt á því að maður labbar á vélarnar og athugar hvort það sé ekki allt í góðu þar, hvort það sé nokkuð að framlega einhverja galla. Og svo er maður að dæla upp úr lestunum og flokka og taka prufur. Og þannig líður nú svona vaktir og oft er hún mjög snögg að líða. Svo er maður oft í sambandi við útgerðarmenn og sölumenn í hvað flokka á að vinna og hvað selst og hvað annað. Þá tekur maður stærðarprufur, maður tekur nýtingarprufur á vélunum sem þarf að skila til Fiskistofu, fristiprufur og það eru alls konar prufur sem er í boði. Það er bara þannig. Þetta er skemmtilegt og getur verið líf og fjör. Það er náttúrulega líka mismunandi svona vertíðar, loðna, makríll, síld, golminni, þetta er ekki alltaf það sama. Borð í vinnsluskipum eru líka batermenn. Við sjáum viðhald á flökkunarvélunum öllum sem eru með róðvélum og hausurum náttúrulega og við erum með 4 slíkar hérna borð. Og síðan sjáum við að keyra vinnsluna alla hérna, sambandi við frystitæki og pökkun og vakuumdælingar hérna á dekkinu og í samstarfi við vélstjórana náttúrulega þegar þannig stendur á. Þannig það er svona helsta starfið, halda þessu gangandi. Við erum náttúrulega við sinnum bara hásettastarfi sem sagt þegar ekki bilað en síðan þurfum við náttúrulega okkar tíma til þess að sjá hlutina virka og líka þegar eitthvað er bilaða að þá þurfum við að geta horfið frá og laga það. Leið og stoppar eitt ferli hérna borð þá er vinnslan öll stopp eftir mjög stuttan tíma. Það þarf ekki annað en að bíla hérna prentari eða stoppa prentari að þá er flokkarinn eða uppdæling hérna úr lestum stoppuð mjög fljótlega því að þetta er ein heildalveg og þarf að fungera. Á þessum uppsjáskipum í þessu eins og í nótinni sko, þetta er það skemmtilega sem ég kemst í sko. Að þetta er svo spennandi sko, annarkvæmt gerist þetta, þegar við farið út gerist þetta sko, nótin er farin og þá veistu það bara sko hálftíma, klukkutíma, hvort eitthvað er í sko. Og veistu hvort þetta er í lagi eða ekki. Það er ekkert að bíða í marga tíma, það er ekkert að toga í marga tíma og bíða, það er eitthvað komið í núna og svo er híft sko. Þetta gerist bara á örskustundu og þetta er svolítið spennandi. Þetta er stundum erfitt að bíða og getur erfitt að draga nótina og þetta getur alls konar snúið og alls konar uppátæki. En þegar upp í staði sko, þá er þetta er mest spennandi veiðskapur sem kemst í. Góður sjómaður er náttúrulega bara góður félagi sko. Sem maður getur treyst á sko, í blíðu og stríðu. Það á að vera gaman sko, inn á milli og þetta getur verið erfitt og það kom upp alls konar mál, bæði leiðilega og skemmtilega sko. Og þú þarf að vera þannig að öllum líði vel sko. Og þú getur leitað til alveg sama hvort það er háseta eða skipstjóra eða allt er á milli sko. Og rætt á málin og mann geta leiðbönd hver öðrum í góðu. Ég held að flestir geta orðið góður sjómenn ef þeir hafa áhuga og vilja fyrir starfinu og ánægju af því. Ég held að
maður sem ekki hefur ánægju af starfinu, hann verði aldrei góður í viðkomandi fagi. Þú verður að hafa gaman af því líka. Og það var allt gert til að reyna að ég yrði ekki sjómaður. Ég vildi bara verða það og er búinn að endast í 50 ár. Og ég veit það ekki, auðvitað eru búin að koma leiðinlegir dagar, en ég er ekki á sjó fyrir neitt annað en bara að ég hef gaman af því. Þá við fengið að kynnast íslenskum uppsjávarskipum og lífinu borð. Næst þá ætlum við að fræðast veiðarfærin og kælingu, en kæling er gríðarlega mikilvæg í íslenskum uppsjávarveiðum.